Come along with me, syngur Vicky Martínez. Hér þegar klukkan orðin 2 mínútur yfir 4 og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan miðvikudaginn og ég ætla að byrja á því að bjóða gestastjórnanda minn velkominn. Hann heitir Pétur Jón Sigfússon og gullfallegur ungur maður. Velkominn. Takk kærlega fyrir það, við Blöndal, heiður að fá að vera hérna með þér. Hvernig ertu þennan miðvikudaginn? Jú, ég er allur að koma. Allur að koma? Nú, hvað er búið að vera eitthvað vesunaður? Já, það er nú alltaf eitt og annað, sko. Já. En það er nú ekkert sem að ég ætla eitthvað að fara í saumana, djúpt í saumana á hér. Þú ætlar ekkert að fara að grenja við því hér? Það er engin ástæða til. Nei, engin. Við erum í gleði og stuði og ég ætla ekki að fara að eyðileggja það með því að fara í djúpt í saumana og því hvað gengur á í mínu. Ég og hlustendur mínir þakka þér kærlega fyrir það. Rollegur, mann. Er þið slakað á rollegur, maður? Það er rosalegu þáttur hérna hjá okkur Pétri í dag. I say you wanna be starting something. Já, eins og þið heyrið. Be starting something. We are starting something. Við erum með dúmdur þáttur við ykkur. Pétur þarf að taka gestaþrautina hér og eftir þar sem hann lýsir 1 mínútu á fótbolta og þarf að láta eins og það sé mesta spenna sem fundist hefur í fótboltaleik. Já. Og hann gerir það hér og eftir. Við erum með sturlaða staðreyndir og sýnir það. Hærur alltaf og sýnir það. Það verður virkilega spennandi. Það er eitt af mínu uppáhalds. Sturlaðar staðreyndir. Það eru æðislegar. Svo erum við líka að fara að panta hótelherbergi nema við vorum að spá jafnvel að hrista aðeins upp í þessu. Ég myndi vera Kani og þú yrði kannski eitthvað svona frá Asíulöndunum. Já, ég er tilbúin í það líka. Ekki? Ég er tilbúin í verkefnið. Að booka hotelroom? I want to book a hotel room for now. Yeah, I'm gonna book a room for me and my brothers, you know. Já. Já, það verður hér á eftir. Við ætlum að panta okkur hótelherbyggi. Við fyrir í karaoke eins og allt á miðvikudum. Og það er nú alveg komið tíma og ég fá eitthvað gott lag núna sem ég get leikið mér eitthvað með. Já. Ég verið virkilega opinn með lög upp á síkasti. Já. Svo er það Kvassi Kjellin. Já. Og hann er legendary í dag. Það er ekkert flóknara. Þú ert harður á því? Ég er harður á því. Ég get viðurkennt það fyrir hlustendur að það er búið að taka hann upp. Og mikið ofboðslega hafði ég gaman á hann. Þú varst líka að leika með nýja rödd þar. Já, maður kemur alltaf með eitthvað nýtt svona á mánaðarfresti. Gefðu hlustandunum smá tís á nýju röddinni í Kvassi Kjellin. Ég er búin að glemma því. Nei, býtu. Nei, ég get þetta ekki. Ég eyðilaði hana, maður ráðan, ég talaði svo lengi. Ég get þetta ekki. Þetta er ekki eins. Fólk heyrir það eftir, það er allavega ný rödd í Kvassi Kjellin. Það var að laga, hún er einhvern veginn hana. Einhvern veginn svona, svona lagi á leiðinni heim. Og ég veit ekki hvað og hvað, það er rosalega þáttur í okkur. Lagi á leiðinni heim, ég má velja það. Pétur, þú valdi síðast Livin að Víta Lóka með Rikki Martin. Sem að sló í gegn á fullt af fólki sem að talaði við mig og fannst þetta flott. Hver? Bara óteljandi. Lofaru? Óteljandi, ég get það svarið það. Er það? Grafir allskins fólks. Já, bara menn sem er að vinna á vörubílum og og gröfum og svona. Já, fólk var bara mjög ánægt. Jú, bara lífdagur lókamaður með Rikki Martin er bara hressandi lag sem kemur þér í gott stuð. Já, sko, lagið á leiðinni heim á að vera svona lag út bara einn í bílnum, eitthvað þægilegt, hækkar að því þetta er svo ógeðslega gott lag. Það er enginn einhver einn í bílnum að hækka í Livin að Víta Lóka með Rikki Martin. Bara sorry, Pétur. Ég held ekki. Nei, herru, ok. Það er bara því skoðun. En ég meina, fæ ég annan sjens í dag, annan sjens. Ég ætla ekki að vera að skjóta þér niður hérna í byrju þáttar. Fæ ég annan sjens samt, ég meina vegna að ég er með annað mjög gott lag. Er það? Ok, ég ætla að hugsa það er aldrei að vita. Sveppi tók Sympathy for the Devil í gerð, það er rándýrt lag. Sympathy for the Devil? Já, með Rolling Stones. Please allow me to introduce myself. Ég held þetta þyrfti að vera FM-legt eða FM-vænt. Bara eitthvað flott lag sem að þú myndir hækka í, Pétur. Nú, þannig að ég má bara, þá opnast alveg nýjar vittir. Já, ok. Ég held þetta þyrfti að vera svona. Nú, er Rikki Martin ekkert eitt af þínum uppáhalds? Er það bara eitthvað svona djókið, eða? Nei, það er ekki djók, ég er fílan. Já, þú fílar hann. En eins og heyrið, kæru hlustendur, við erum með rudda þáttur ykkur í dag. Já, við ætlum að byrja, viltu kynna? Hann Jay-Z. Það er alveg merkilegt, það er alveg sama hvaða lag Pétur Jóhann á kynnin. Hann segir alltaf að lagi heitir Jimmy and the Johnnies. Já, glænýtt lag með Jimmy and the Johnnies hér hjá okkur í FM 95 Blöð. Takk fyrir það, við þökkum við fyrir innlitið, en... Hvaðan koma Jimmy and the Johnnies? Það hef ég ekki nokkra. Þetta gera maður, hvað er að þér? Hvað er þetta gera? Það er komið hins vegar hér að slúðri fyrir ykkur sem að eru að hlusta á þáttinn að þá fengu óvæntan gestinn inn í stúdíu og ég ætla bara að gera þeim unga dreng greiða að nafngreina hann ekki en hann var með viðbjóð hérna í stúdíunum. Bara henda þessu drengur. Já, takk og hendu þessu því og það strax.
Þú sagðir Hugi. Já, það er bara gott á hann. Hugi hérna maður, hvernig nennir að vera svo? Þetta ná í pappír. Hann var að koma hérna og, já, ég ætla ekki, ok. Verður að henda þess að, nei, farðu með þetta Hugi. Nei, oi, það er ég fann hann að hinga. Það er raskat að lykta þess. Herðu, jæja. Herðu, eigum við alltaf að fara með þáttinn? Aldrei fundið jafn svona svaðalega sveikta rassan. Ég vil ekki einu svona heyra þetta. Það er komið að... Þetta er mestu viðbjörn sem ég sé í langa tíma. Það er eitthvað aðeins dreng. En það er eins og komið að slúðri. Ég á ekki til það. Slúðrið í FM 95 Blöð. Var Johnny Depp að köpa sér nýjan bíl? Wow. Ég veit ekki, hefur þú heyrt eitthvað? Er Denzel Washington að fara að leika í þessari mynd? Hvernig kemst maður aðeins öllu saman? Slúðrið í FM 95 Blöð. Það er húsfélagið Frostafold 20 sem býður þér upp á slúðrið í FM 95 Blöð. Það fara að kynna minn, Pétur? Já, komið þið sæl og velkomin í slúðrið hér í FM 95 Blöð. Klukkan er rétt rúmlega 4 og það er komin tíminn til að vinda sér í slúðrið. Stjórnandi slúðursins engin annar en Takk fyrir það, PJ Sig Fusion. Ég ætla að byrja að slúðu pakkan hérna á honum Bill Murray. Það verður gaman. Hvað er að frétta á honum? Ég er enda búinn að, ég sagði ykkur frá þessum daginn að þá var það sem sagt, það er alltaf stopp á honum Bill Murray að verði myndin Ghostbusters 3. Stöðvast á honum? Já, stöðvast alltaf þar og já, núna var hann að neita þriðja handritinu og já, Dan Aykroyd vinnur hans er ekkert allt og sáttu með hann og segir að já, það sé ekkert að þessum handritum og það sé núna búið rétt honum 3 handrit annarkvort eigi hann bara að segja okkur að hann hafi engan áhuga að gera þetta eða fara að haga sér eins og maður. Já. Greinilegt að Dan Aykroyd er orðin eitthvað pirraður á Bill Murray því að ég held að Dan Aykroyd sé ekki búinn að leika í góðri bíómynd síðan svona 1986 og sér tækifærið þarna einhvern veginn. Bara hvað er að þér maður? Vertu bara með því. Bill, vertu bara með. Það er ekkert að gera hjá kallinn. Hann veit alveg, hann er ekkert að fara að gera Ghostbusters 3 nema Bill Murray sé með. Já. Og já, hann er búinn að skrifa þessi handrit og Bill Murray er bara ekkert sáttur við þetta. Nei, ég skal alveg trúa því. Já, sko, Ghostbusters 2 var hún eitthvað góð. Ekkert sérstök sko. Nei, en Ghostbusters 1 er náttúrulega legendary til bíómynd. Heldur betur. Þannig að ég persónulega, ef ég var að sjá trailer núna á Ghostbusters 3, ég myndi ekkert skýta í mig og spennu, sko. Já, samt. Já, ef það er gott handrit eins og Bill Murray er að bíða eftir. Já. Það byggist alltaf því og vissulega eru betri tæknibrellur í bíómyndum í dag heldur að voru í gamla dag. Þannig að þeir getur búið til alvöru drauga, eða svona, flotta. Allavega flottari drauga heldur en í fyrstu myndinni. Já, mannst eftir Marshmallow að kallinum. Ég geti gert betri tölvutækni í dag, held ég. Marshmallow? Já, mannst ekki, eftir að stóra kallinum hvita í lokin. Það er rétt, maður. En áfram með slúðrið. Já. Denise Richards sagði í viðtalinu á dögunum að nú væri sambandi hennar og Richie Sambora sem er einmitt gítarleikarinn í Bon Jovi, grjótharður tappi. Því sambandi er lokið fyrir fullt og allt núna. Já, þau byrjuðu saman árið 2006 eftir að Richie Sambora hætti með Heather Locklear og byrjaði með vinkonennar, Denise Richards. Já. Og já, svo hættuðu saman, byrjuðu svo aftur saman núna 2011 og ætluðu jafnvel að gifta sig en voru núna að slíta þessu. Bara þetta nafn, eftirnafnið á manninum sem hún var að hætta með. Richie Sambora. Bara eftirnafnið. Já. Minnum á það sem að Hugi var að gera hérna rétt á hann. Bora. Hugi var að setja skammar hérna á hann, það er bara þannig. Veistu það, ég get ekki fengið þessa mynd út úr haustum á mér. Hann var með 2 lítra kókflösku. Þetta er hérna... Og boru og þeir bara með giska inn í restina af því sem við sáum við það. Svo ætla ég að... Hvað rugl er þetta? Nei, herðu, ef að þetta slúður myndið á, hvað þá þetta hérna slúður? Kim Kardashian... Býtum að sjá þessa mynd. Það er mikið verið að rakka hana niður á Twitter núna eftir að Kanye West birti myndafinni þar sem hún situr allsber, hann í rauninni er að birta mynd af rassinum á henni þar sem hún situr allsber að borða banana. Og hérna er myndin, þetta er nú ekki... útvarpsvænt að vera að sína myndina, Pétur, en býtu, akkur er þetta ekki útvarpsvænt? Ef það er eitthvað sem er já. Því að fólk sér ekki myndina. Já, ok, ég fattaði það ekki maður. Nei, en það ekki alltaf svo skarpasti og hún sem sagt var þeir einhverju miklu skítatinn á Twitter í gerð þannig að þau tóku myndina út og fólk eitthvað rakkaði niður fyrir athyglishyggju og eitthvað. En hvað er þetta? En það er sko, verðum við samt ekki að vera pínu sammála því, Pétur, að það er svolítið steikt að vera með einhverja milljónir manns á Twitter og er að birta myndir að þeir nögtum. Má ég taka, ég er með eitthvað 5.000 manns, má ég taka mynda þér núna af rassunum að þér og setja hann inn á Twitter? Nei. Svona eins og Kim Kardashian? Nei. Jó, verður við. En ég finna rassin á mér er ekkert eins og hennar. Nei, hann er öðruvísi. Þetta er miklu fegur í rass. Nei, ég er ekki sammálaði. Hún er ekki með strá á sínum. Já, en ég minna þetta er allt annað. Já, þetta er allt annað, við getum...
Við getum búið til okkar eigin. Já, það einast, þú veist, af því að þetta útvarp. Já. Og hlustendur sjá ekki rassinn. Já. Þannig að þá ger ég bara hljóð sem viðeigandi. Já. Þetta var slúðurpakki dagsins. Hér rétt handa af hotnið Pétur Jóhann að fara að lýsa fótbolta og legendary. Það segir kallinn. Nei, býta aðeins. Okay, slúður búið? Já. Ok, þetta var frábært slúður. Takk fyrir það. Nei, var þetta gott slúður? Jú, þetta var ágættis slúður. Hugi eyðilega það. Hugi er náttúrulega búinn að rústa þessar innkomi. Ég þarf bara að henda á einu lagi hérna og jafna með hans á þessu. Geðsli lykt hérna í stúdíónu. Það er eitthvað að honum. Það er ekkert að þessu lagi. I Follow Rivers, Licky Lee. Heyrðu þetta? Heyrðu? Já. Sko, þetta lag, já. Ég er nefnilega einmitt. Það er nýbyrðið að spila þetta lag hérna. Já. Þetta er nefnilega gott lag. Takk fyrir það. Það er munurinn á því og mörgum öðrum lögum. Syngur Licky Lee hér á miðvikudegi. Við PC í miklu stuði. Styttist hér í að við reynum að panta okkur hótelherbyggi sem útlendingar og förum í... Sitt hvað fleira. Það er karaoke. Og hvað segir Kjellin í fyrsta sinni í langan tíma. Við hefum ekki verið hvað segir Kjellin í einhvern mánuð. Nei. Þannig að það verður stuð. En nú ætlum við að halla okkur aftur og ræða málin. Já, nei, er ekki komið að því að þú takkir gestaþrautina? Hver er hún? Nú að lýsa fótboltaleiknum í 1 mínútu. Lýsa fótboltaleiknum í 1 mínútu, já, alveg rétt. Þú farið með þessa góða leik, það eru hérna Danmörk á móti Portugal og staðan 0-0 eftir 20 mínútur fyrir ykkur sem að geta ekki hort á þetta. Já, og hvernig þú á ég að gera þetta bara svona eins og ég held að? Já, þú átt bara... Verði ég að gera þetta með miklum æsingi allt saman? Já, sko, reglan það átti, sem sagt, þrautin átti að vera svo að þú ættir að vera að lýsa fótboltaleik og að því að þó að sé ekkert að gerast þá áttur að vera að reyna að búa til spennu úr því, skilu. Eins og sé allt að gerast, þó að sé ekkert að gerast, fattar þú mig? Já. Þannig að það er svona, það var þrautin. Já. Þannig að, já... Það er akkurat aukaspyrna hérna núna. Já. Eða hvað? En þetta er mínúta, þú ræður bara hvernig þú byrjar. Já, ég skal bara, hún er búinn, aukaspyrnan, en ég er tilbúinn að byrja bara hvernig sem er. Ok, þá byrjum við bara hérna á útsparkinni á Dönum. Þeir eru að fá boltan og já, þetta er Pétur Jón Sigfússon í gestaþrautinni að lýsa fótboltaleik með tilþrifum í 1 mínútu. Hvað sem er að gerast og ert þú tilbúinn, Pési? Já. Þá mátt þú bara, maður sjá, þegar þetta byrja núna, þú mátt bara byrja. Þegar hann sparkar. Ok, núna bara. Já, núna. Ok. Já, áhrifandagóðir, komið þið sæl og velkomin í beina útsendingu hér frá leik Dana og Portugal á EM 2012. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og er að rýsa leiknum og við komum hér inn í leikinn þegar að 21 mínúta er liðin að leiknum og já, hér áttu Portugalar frekar máttust skota marki en það var Pepe sem að skautu einhvers staðar réttur inn á miðju en sá bolti rattaði langt fyrir utan marki því miður. Nú þjálfari Portugala hér á kantinum að hrópa eitthvað, væntanlega einhver nýtsanlegar upplýsingar sem að hann er að hrópa og það er útspark hér, danski markvörðurinn er hér að fara í útspark og hann hleypur að bolt. Já, þetta er endursýnt, það er verið að endursýna hér. Þar sem að þeir stökku upp í boltan og þjálfari Portugal ekki alltaf langt frá því að vera ánægður með þetta en þeir róa hérna leikinn og það er væntanlega aukaspyrna og Danir eru hér innan, já, fyrir á sínu vallar er mikið rétt við miðju. Kemur hérna Nicolas Bent, nei, þetta var ekki hann, skiptir ekki máli og þeir eru komnir hér í puttandi sókn en Portugalar brjóta það og bak aftur og nú eru þeir komnir í hraðup upp og það er gefið bolti Ronaldo meðan hann fellur við. Það er aukaspyrna þetta væntanlega. Og þú ert komið mínútu, þú ert með þess að komið 1,5. Ég náði ekki einu svona anda á milli maður. Þetta var spennandi. Já, þú bjóst til mikla spennu þarna. Var ekki? Jú, ég var að gefa það. Sérstaklega fannst mér hann í útsparkinu, sko. Já, og mikil spennaði leiknum við þar þá. Já. Svo er þetta bara í höndum hlustenda. Það er allir búin að lýsa, Hjöppi á reyndir eftir á morgun. Og býtu hvað? Og eiga hlustendur svo að ringja bara í lok vikunar? Hvað segirðu? Er þetta í höndum hlustenda? Hvernig þá? Já, bara hver stóðst þið best í þessu? Já, hvenær fá þeir að segja það? Föstudaginn. Vá, og hvað? Og ég er að ringja inn? Ég er að vera búin að stilla inn alla vikuna bara, já, mér varst þessi bestur. Ég vona það. Þetta er alveg maður. Gerum þetta núna maður, kláraðum þetta bara. Klára hvað? Ringdu, segðum að ringin bara og segja ég hef vunnið þetta. Ok, ég skal bara gefa þessu. Förum hér í örstu skilabóð og svo er það, já, ringt í hótelherbyggi og karaoke. FM 957 kynnir Rikki G verður í samstarfi við Alibaba, Suðurlandsbraut 4 næstu daga. Þú átt möguleika á að vinna þér inn arabíska veislu á Alibaba. Settur like á Alibaba á Facebook og þú getur unnið gjafabréf fyrir 2. Arabískur matur, arabískt te, arabískt kaffi og arabísk tónlist. Rikki G og Alibaba. Hrösu góðir saman. Viltu
vinna flug fyrir 2 til Evrópu? Taktu þátt í ljósmyndakeppni Vá og Vísis og sendu inn mynd sem segir Vá. Kepptir í 3 flokkum: náttúru, fólki og húmor. Sendu inn mynd á vísir.is/vá fyrir 30. júní og þú getur unnið ferð fyrir 2 til Evrópu. Sendu inn mynd sem segir Vá og farðu á flug með Vísi. Bernesósa fabrikunar fæst í Hagkaup. Það er ekki sama hvernig bernesósa bragðast því lífið er of stutt fyrir vonda bernesósu. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Jarðarberjakrossis. Ískaldur þeytingur á KFC. KFC. Svo gott! Verið velkomin á bíladaga. Atlantsolía Akureyri og Bílaklúbbur Akureyrar. FM 957 kynnir í samstarfi við Pepsi Max, Túborg og Skapandi. Besta útihátíðin, Gaddstaðar Flötum Hellu. Dagana 5. til 8. júlí. Bestu böndin, bestu plötusnúðanir og lang besta skapið. Framkoma 200.000 naglbítar, Botleðja, Sóldögg, Gus, Blasrokka, Páll Óskar, Úlfur, Blárópar, Sigur, Friðrik Dór, Skítamórall, Ára Lives, Ingo og Viðguðnir, Agent Fresco, Á móti sól, Why Not Jack og 2 risadanstjöld í boði Elements og Agent.is. Fylgstu með á facebook.com/besta útiháttíðin. Miðasalan er í fullum gangi á bestaútiháttíðin.is. Fótboltastemning á Risso Pizza. Pantaðu stóra pizza í dag á Risso í Hraunbæ og fóðu gefins miða á leik Fylkis og Fram á morgun. Risso Pizza, Grensásvegi, Bæjarlind, Hraunbæ og Mosfellsbæ. Komdu við í 1011 Austurstræti dagana 11. til 15. júní og nældur í Lays snakkpoka. Heppnir viðskiptavinir geta nælt sér í hinn umtalaða Lazy Spa Rafmagns nuddpott að verðmæti 90.000 krónur. Heiðar Austmann á FM 957 dregur út heppinn þátttakanda á föstudaginn og verður mikið húlum hæ í 1011 Austurstræti. DJ Dettifoss verður að þeyta skífum ásamt því að gestir geta bragðað sér á gómsætum vegum frá Ölgerinni. 1011 Austurstræti og Lays snakk. FM 95 Blö á FM 957. Tónar hér á ljúfir tónar berast okkur yfir hafið hér í FM 95 Blö. Frábært lag hér á ferðinu og við skulum hlýða á það. It's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up. Jason Mraz, hann ætlar ekkert að gefast upp. Það alveg sama hversu hart í árinu og honum. Hann gefst ekki upp, þessi hjartaknúsari. Engin ástæða til? Nei. Nei, engin ástæða. Maður á ekki að gefast upp. Þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blö og Auðun Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon með ykkur til 1800 í dag. Já, það er árétt til 1800 og svolítið skemmtilegt að skuli minnast á það og við ætlum einmitt að opna símann akkurat núna og ræða kvótakerfið hér. Er ekki komin tími til þess? Við ætlum reyndar að opna fyrir símann 511-0957 en það er ekki til að ræða kvótakerfið heldur til þess að fá að vita hvaða lög við erum að syngja síðar í þættunum í karaoke-keppnin okkar. Hvað með að breyta út á annanum og ræða kvótakerfið? Já, við getum gert það seinni í þættunum. Okkur vantar alltaf eitthvað svona korter í 6 bitur. Það er kannski til að ræða kvótakerfið. Ræða kvótakerfið þá. Já, en nú erum að gera að hringja í 511-0957 ef þau eru með góða hugmynd að lögum fyrir karaoke-keppnina hjá okkur hér og eftir. Og svo hér rétt handað af hornið er, hvað segir, kettlin og ég lofa ykkur því að það er legendary á þessu sinni. Lýstu vel á það? 511-0957, halló? Við erum að opna þetta fyrir síman og við tökum fyrsta símtalinn, halló? Hæ. Góðan og blessaðan daginn. Góðan daginn. Hvernig er þú að skusa? Ég er bara heldur hess. Já, ég heyri það. Ekki? Þýðir ekkert annað. Nei, hvað er verið að brasa á þessu miðvikudegi? Ég er bara eitthvað rúnta með mömmu og systur minni. Já, það er að gera, rúnta með mömmu og systur. Er það ég? Jó, ég fíla það. Hvað viljið þið heyra í karaoke-keppninu eftir? Ég segi að Pétur taki Ricky Martin.
Lífmynda Víta Loka. Já, Rikki Martin, já. Bara góður punktur, hann alltaf grenjandi yfir þessu lagi. Já. Ég búin að vera að tala þetta í allir þættunum. Ég held að hann segir bara að sanna sig og syngja þetta. Já, ég alveg sammálaður í því. Þetta er góð hugmynd. Það reyndar, sko, ég ætlaði einhvern tímann að taka þetta lag. Já. Og þá vorum við, manstu, þegar við vorum að búa til íslenska texta og eitthvað. Já. Þá fann ég held ég ekki, en það breytir ekki máli, við reynum að... Við finnum þetta eftir. Það kom ekki með texta held ég eitthvað, það var eitthvað klúður hjá mér, en við reynum að, þetta er góð hugmynd. Það er þessu bara. Við reddum þessu. Við finnum á þessu, takk aðeinslega. Ekki máli. Ok, takk, bæ. Það voru 3 hressar á rúndinum, viljum aðtúa, hvað vilt þú heyra í karaokeinu? Ég langar að heyra auðvitað að taka You'll Never Walk Alone. You'll Never Walk Alone. Er hann ekki Liverpool-lagið. Slagið þitt? Nei, ég get ekki sagt það. Ég skal samt gefa púlur það að þetta er flott lag. Maður verður að viðurkenna það, sko. United á ekkert lag, það? Nei, einmitt. Hvaða lag er það? Hellingalögum, sko. Hellingi, það er klúður. Take me home to... Eitthvað sem engin mann. Þetta er bara eitthvað lítið lög, sko. Það mann engin þessi lög. Come on, you Reds, come on, you Reds. Engin mann það. Herri, ég ætla að skoða þetta er góð hugmynd. Mjög Takk fyrir þetta, Önir. Ok, þarna var einhver púlari sem vildi You'll Never Walk Alone. Það eru komin 2 góður hugmyndir. Hvað vilt þú heyra? Live Your Life með Eminem. Live Your Life með Eminem. Live Your Life með Eminem. Live Your Life. Já, ertu að tala með Ríhönnu þarna? Já, það er með Ríhönnu. Er hann ekki með nýja það? So live your life. Ég veit ekki, nei. Ertu ekki að tala um þetta lag, eða? Ertu að tala um þetta lagi sem að Öddi var að syngja? Núna? Hann var ekki að syngja neitt, ég heyrði ekki neitt. Jú, gerðu þetta. Það er eitthvað hérna, so live your life. Come on in and já, þetta er í Hanna og, já, getur verið Eminem að segja hana, ég manna ekki. Herðu, við setjum þetta á blað. Ok. Takk aðeinslega. Takk fyrir. Komið 3 lög, við erum vannir að taka svona 6-7, þannig við sjáum, hvað vilt þú heyra í karaokeinu eftir? Herðu, ég vil heyra Janie's Got a Gun með Aerosmith. Það er gott lag. Ég vil að Pétur syngi það. Janie's Got a Gun. Janie's got a gun. Er ekki það? Just begun. Já, það er mjög gott. Ég treysti mér alveg í það. Herru, takk fyrir þetta. Ég held að myndi taka það vel. Já, ég held það líka. Hann er nefnilega með góða rödd, strákurinn. Já, ég var alveg til í. Það er þetta og núna er það þetta lag og Rikki Martin, sko, sem að kýtlar mig mest. Já, við ætlum að finna úr þessu. Takk fyrir þetta. Já, bye. Ok, herru, að því að komum svo mörg og lög og tökum 2 í viðbútt. FM 95 blöð, hvað vilt þú heyra? Herru, Stóri G hérna. Sælunur? Stóri G hérna. Sæli. Leisur. Hvað segir það? Back in Time með Pitbull. Back in Time, það er ekki hægt. Back in Time. En ég skal skrifa Pitbull eða við skoðum eitthvað Pitbull-lag. Akkur ekki þetta lag? Back in Time með Pitbull. Ég veit ekki sem hvaða laga það er, sko. Ég veit ekki sem hvaða laga það er. Veistu það ekki? Hann er með Blacklight. Hann er með Blacklight. Já, ok, við skoðum það. Það er ruglun. Ok, herru, þá tökum við hérna síðasta hlustandan. Hvað vilt þú heyra í karaoke-keppninni? Góðan daginn. Góðan daginn. Ég vil að heyra Paradise City. Paradise City, Guns N' Roses. Vá, maður, það er ekta þú, blöð. Það eru erfið lög í dag, maður. Já, því ég er svo góður að fara hann upp. Svo heldur góður þér. Já. En þetta er þetta ríkilega gott lag. Herru, takk fyrir þetta. Takk fyrir. Takk sem leiðist, takk. Þá er komin hellingar á lögum hér fyrir karaoke-keppnina eftir. Anna-Mark. Portugal eru komin í 2-0. Þeir eru að taka Danina hér í kennslustund á EM í fótbolta. Svaðalegt, maður. Já, þetta var flott mark. Hvernig fóruð þér að þessu? Ég veit það ekki. Er karaoke næst? Nei, karaoke er ekki næst. Næst ætlum við að panta okkur hótelherbyggi. Rolex? Það er gaman.
Gambino hér með Heartbeat í FM 95 Blö. Flott lag hátnaferð og já, það komið að dagskvælið sem heitir Sturla staðreyndir. Svona rétt áður fyrir mig að panta okkur hótelherbyggi sem bandaríkjamaður og einhver frá Asíu. Já, leistu vel á það? Já, sko, nei, hvernig getur það? Nei, það getur ekki verið. Hvað? Hvað getur ekki verið? Hvort það, nei. Ég sé svona fallegur. Nei. Jú, kallið minn. Það ekki það. Það getur víst verið. Það ekki, það Danir að minka munin. Hæ? Já, Danir búin að minka munin, staðan 2-1 fyrir Portugal. Þetta magnaður leikur hér í gangi. Það alltaf verið að vitlaust þarna, en það hins vegar komið að sturluðum staðreyndum og ég ætla að byrja fyrstu sturluðu staðreyndum dagsins á að það til official TikTok mode, eða svona blaðskæri steinn. Já. Það til svona deild. Deild? Já, það sem að menn opinberu TikTok móti. Já, það sem að menn fara í blað, skæri og stein og keppa. Vá. Já, kom mér óvart. Það djúpt. Já, var rosalega djúpt. Hvað þetta að fara ástu minn? Ég að fara að keppa. Já, blað, skæri og stein. Var það núna helgina? Var það helgina? Já, ég búin að vera aðeins með allavega síðastlega 3 mánuði. Ég var búin að segja þér, ég var að fara að keppa í Jósef Stein. Já, en hvað með brúðkaupið og systir minni? Já, getur glemt í. Ég að fara að keppa í þessu. Ég ætla að keppa og þannig allavega það er mót í þessu. Virkilega skemmtilegt. Svo það næsta sturlastaðarinn. Sturlastaðarinn, ok. Það hafa verið buttskýrð Lucifer og Anal í Nýja Sjálandi, en það er bannað núna. Þetta er sturlastaðarinn. Það er töluðu enskar. Lucifer er það er bara djöfullinn. Já. Já, ég myndi samt freka vilja heita Lucifer heldur en Anal. Já. Það er ekki hressandi, þú ert að byrja sem nýja strákurinn í skólanum í Nýja Sjálandi. Já, er það Raskat? Hvað heitir þú? Já, Raskat? Já, Einal Blöndal. Svo er það næsta sturlastaðarinn. Raskat Blöndal. Já, ekki hressandi maður. Nei. Já, næsta sturlastaðarinn. Það tæki þig 150 ár að keyra að sólinni. Og væri bara myndi setjast upp í bíl og alltaf að keyra þangað. Á hvað miklum hraða? Á löglegum hraða, 90. Já, þetta er alveg svaðalegt. 100 ár? 150 ár. 150 ár. Það myndi taka það góðan tíma. Já, manni myndi ekki duga ævinn í það. Nei. Það er nokkuð ljóst. Svo er það næsta. Já. Að vaka í 17 tíma hefur sömu áhrif á líkamæðin og 2 vinglus. Ha? Já. Að vaka í 17 tíma hefur sömu áhrif á líkamæðin og 2 vinglus. Þannig að þú færið 2 vinglus, þá orðið að setja í rauninni sama þrýsting á líkamæðin og þegar hann er vakandi í 17 tíma. Ok. Nei, þetta eru ömulegt staðarinn, sorry. Nei, mér finnst hún bara mjög fín. Okay. Þetta er gott að hafa þetta á baku eirað. Svo kemur hérna eina sem að þú getur nú spurt mig, Pétur, og ég vissum að þú myndi hafa gaman að þessari. 30% af þeim sem hafa mist hárið segja að þeir myndi gefa upp kynlíf fyrir hárið aftur. Ég get nú ekki flokka mér þessi 30%. Nei. Ég er í hinu 70%-unum. Ég myndi aldrei hætti, ég myndi aldrei fórta kynlífi fyrir hárið. Ekki séns. Það er bara kjánar. Okkur að vera með hárið og getur ekki stundar kynlíf. Getur alveg bara verið sköllóttur og einn. Já, fyrir utan það, ég meina, þetta er ekkert svo slæmt. Það er bara... Nei, þú erum ekki að fara eitthvað pitti hérna, sko. Ég er bara að segja að ég myndi ekki að gera það. Þú veist, leið og menn horfast í augu í staðrendir eins og þú ert búin að gera, búin að raka allt árið og þetta bara ferðir vel. Já, glæsilegt. Ógeðslega flott og svona. Við ætlum að fara hér í næstu sturluðu staðreynd að Pétur heldur áfram með þessa vorkunn sína. Auði. Mér finnst það. Já, takk fyrir það. Frá dýpstu rótum hjartans. Já, takk fyrir það. Þá finnst mér þetta fara þér alveg einstaklega vel. Takk fyrir það. Það kom að næstu... Ég myndi ekki vilja að þú væri með hár. Nei. Mér finnst það ekki passa þetta blöð. Ok, má ég halda áfram með sturlaða staðrendir? Nei, Jólfur. Já, takk. Það til franskt fyrirtæki sem heitir Ultime Reality, þar sem þú getur látið ræna þér fyrir $600 eða 200.000 krónur íslenskar. Nei. Jú. Þú getur sjálfur látið ræna þér? Já, þetta er eitthvað sem maður ætti að prófa. Maður, það er líka snillt. Hvað það fara að gera á laugardaginn? Ég kemst ekki, það verður að ræna mér. Já. Já, ég er búin að borga fyrirtæki fyrir að láta ræna mér. Já, þannig að fara svona upplifa örgulega hræðsluna og svona. Já, samt ertu ég að prættur þegar þú veist að þú gerur, ég veit það ekki. Það er eitthvað skrítið við það, þetta er líka rámdýrt, 200 skall. Já, bara kemur einhver svona vanmaður og einhver svartklæddir menn og riðjar inn og þú hvað er að gera maður? Bara mættir að ræna með maður, ég átti ekki að vera fyrir 2. Við ætlum nú að prófa þetta mest í strákunum, að ræna fólki. Það var allt vitt. Ég veit ekki, við síndum nú eitt svoleiðis atrið, en við getum nú útskýrt það hér að við sem sagt fengum svona van, ég, Sveppi og Pétur, fórum allir í svona bláa, svona vinnugalla. Já, svona svart, eða svona dökkbláa samfestinga. Já, og settum á okkur svona grímur, svona lambúsettur, keyrðum bæinn og við vorum með Venna Power með okkur sem er hraustur.
og vorum að stela fólki og henda þeim inn í bíl. Heldum við þetta rosalega fyndið, það varð allt bílað. Allt vitlaust maður, fórum fyrir utan bara einhver fyrirtækja sem að fólk var kannski fyrir utan að fá sér kaffi og smóka eitthvað svona. Kom bara bílinn fyrir utan og ruddi bara einhverju mannesku inn í bíl og keyrði í burtu. Manstu ekki að konan alltaf að kæra okkur? Gjörsamlega, það var ein kona þar sem gjörsamlega tristist. Já, en við erum búin að biðjast hana svo oft afsökunar og ég held að hún fengi út að borða bara í ár einhvers staðar og svo myndi ekki kæra okkur. Þetta er í hugmaður. Já, við vorum ungir og vitlisti þá. Síðan líka, manstu, þegar við vorum að bíða fyrir utan Landsbankann þannig á Hlemmi. Já. Vorum í hvítum svona van, allir með lambúsettur, vorum svona skipuleika hvaða leið við ættum að fara og hvert við ættum að fara og við vorum að því fyrir utan Landsbankann á Hlemmi. Það voru kallaðir út bara 18 lögreglubílar bara á hverfis... Ég held að við erum að ræna bankann. Já, það var bara eitthvað starfsfólk sem sagði, það eru bara menn hérna með lambúsettur fyrir utan bankann. Við vorum eitthvað að ræða málin, hefur ekki frekar að fara hérna niður eftir og... Já, við vorum að tala um að fara frekar fyrir utan skólan. Já. Já, við syndum ekkert í vitinu strákarnir. Nei, þú ert ekkert fyrir utan banka með lambúsettur. Já, og van. Í Sendifjarðarbíl. Herðu, en áfram með sturlaðar staðreyndir. Við fórum aðeins út fyrir þarna. En þetta voru, það sem við vorum eins og að segja hlustandi frá núna, voru sturlaðar staðreyndir. Við vorum svona vitlausir. Við keyrðum bara hérna bæinn í van með lambúsettur að reyna að stela fólki. Já. En það var næsta sturlaðar staðreynd. Það eru engin bein í fílsrass, en það eru 40.000 vöðvar. Þannig að fíllinn hann með ekkert bein í rassinum, en hann hins vegar með 40.000 vöðvar. Ok, það er frábær sturluð staðreynd. Já, svo hérna næsta, ég er pínu gaman að þessari, kannski bara hvað ég er barnalegur. Argonaut er típa af kolbkrabba sem getur tekið tippið af sér og setta aftur á. Argonaut. Sem getur rifið af bara og... Hann er með replace og hann getur bara tekið hann af og svo setta hann svo aftur á, bara hel ferskur. Það draka, sjáu þið þetta? Hvað er þetta? Tillingurinn á mér. Hann bara fer af og svo aftur á. Þannig svo er það næsta. Það var enda þægilegt fyrir kallmann. Það væri næs maður. Maður geti skilið hann bara eftir heima. Já. Það fer á djammið eitthvað svona. Já. Bara... Ástu mín, nennur að skilja hann eftir? Ákvöru? Þú geymir þennan. Svo er það næsta hérna. Í Alaska má hver sem er gifta þig. Sturluð staðreynd. Vá. Já. Það er þægilegt. Það voru þetta komið. Þetta voru sturlaða staðreyndi dagsins. Í Alaska má hver sem er gifta þig. Já, ég mætti gifta þig og Sigrúnu ef ég... Og öfugt. Já. Vá, menn. Hefðu áhuga á því? Ég hefði rosalega mikið áhuga á því. Það ekki? Já. Alltaf? Já. Mikið væri ég til í það. Fíla, við ætlum að fara hér í örstuð skilaboð og svo er það að panta hótelherbyggi og hvað sé ég kjælinn? 1909.is 1909 Besta útihátíðin, Gaddstaðar Flötum Hellu, dagana 5. til 8. júní. Miðasala í fullum gangi á bestaútihátíðin.is. Veldu þér 2 vikur í sumar og fáðu 7 króna afslátt með orkulyklinum og staðgreiðslukorti Skeljungs hjá Orkunni og Shell allan þann tíma, út allt land. Orkan. Vissir þú að þú getur fengið einkaflugmannsréttindi á aðeins 2 mánuðum? Kíktu við á opnu húsi í Flugkörnum alveg til 8:30 í kvöld. Við skulum segja þér hvernig. Sjáumst. FM 957, Pepsi Max og Túborg kynna besta útihátíðin dagana 5. til 8. júní. Það verður dansað og dansað og dansað. 2 risatjöld í boði Elements og Agent.is. Margir af færustu plötusnúðum landsins í 3 heila daga. Miðasala í fullum gangi á bestaútihátíðin.is. Eitthvað fyrir alla á bestu útihátíðinni. Tryggðu þið miða á bestaútihátíðin.is. Blöð með ykkur hér á FM 957 og það er komið að dagskrálið núna sem við byrjum á í síðustu viku, Pessi. Já. Þetta er nú ekki flókið liður. Nei, við erum í því að ringja innanlands og hrekkja fólk. Já. Svona. Ekki það hrekkja endilega. Hræra meira í. Já, ég held að það sé betur orðað hjá þér. Við séum að hræra í liðinu aðeins. Já, hræra í liðinu og ætlum að ringja aftur núna sem útlendingar að bóka herbyggi. Já, svona hressir kanar með vott af einhverju svona einhverju töffarastælum. Já, eða kannski bara Bretar, já. Hello, can I book a room for the weekend, eh? Einhverju svona. Hello, breytast svo allt í hennu í. Já, ég ætla að taka kanan. Já, ég líka. Ég ætla að hjóla í kanan, ég ætla að vera alveg grjótharður og maður sé að ég er að spá að byrja bara hérna. Og ég ætla að taka fyrsta hérna. Takk þú fyrsta. Koma okkur á sporið. Yeah, man. Ok, ég ætla að taka hérna, þetta er eitthvað gistiheimil á Ísafirði.
og kallast gistihúsi, litla gistihúsi. Ok. Já. Litla gistihúsi? Yeah, how you guys doing over there? Oh, we're just doing great. Hey, nice to hear. I'm all good. Me and my couple of brothers here, we're gonna book a room for the weekend. You guys got a room for us? Well, let me check and see. Yeah, you guys, you're not fully booked this weekend, are you? That's what I'm trying to find out. Okay, thank you. Hey, sorry about that. I didn't mean to push, man. Sorry about that. We're just having a little fun here in the sun. You know what I'm talking about? Had a couple of brewskis and... It's the time to do that. Hey, it's the time, it's the season, man. You know me. So you got a room for us? Which day are you talking about? We were thinking about Saturday. This is Ísafjörður, right? Ísafjörður, yeah. Yeah. That's what we're talking about. That's why we want to come over there and see. You guys got a beautiful place over there, don't you? Absolutely. Absolutely. My brother from another mother. You got a room for us on the Saturday? We do that. What kind of place is it? You guys got some good rooms, jacuzzis and stuff? We have double rooms with made-up beds. The price is 14,000 kroner for the night. Get out of here! Get out of here! 14,000 for double rooms? I like that. You're my man. What's your name? My name is Halldór. Halldór, man. You're my man. What's your name? My name is Dwayne. Okay, Dwayne. I'm feeling saucy. Let's just book it, yeah? So do you need one room or more than one room? I mean, I don't know. What do you think, man? I got my two brothers here. We ain't sleeping in the same bed. What's wrong with you? Okay. You got a problem? I ain't sleeping with my brothers. What do you think I am? Come on, Halldór, or what your name is. No disrespect intended. I ain't sleeping with my brothers, man. What's the matter? I didn't imply that. I was asking you what do you want? Yeah, I mean, I told you. Over the weekend, and finally I get you to tell me you're talking about Saturday. How many rooms do you want, man? It's three of us. Hey, man, we need 3 rooms, man. You got a problem? Try some courtesy, all right? Hey, what you saying, man? Somewhere else, mother. What are you saying? That I got a problem? Það var brjálaður, maður. Hvað snakkurðu? Já, ekkert smá, maður. Wow, hvað varst heppinn, maður? Herðu, hann bara skellt á mig. Það er gaman að þessu. Bara leiða í æstin aðeins við hann. Já. Herðu, hann sagði, you got a problem. Hann skellt á mig. Við getum þurft að ringja aftur í hann. Já. Herðu, já. Það er allavega, ég náði ekki að banta mér herbyggi. Það er komið að þér. Það er komið að mér. Já, ég ætla að gefa þér hérna... Ja, hello, I want to book a room. Má ég vera þessi? Já, ég ætla... Jú, þessi ræður, takk til litla ekki. Ja, hello, can I book a room for a weekend? Motorlýsverð, góða dag. Yes, hello, do you speak English? Yes. Yes, I want to book a room for next weekend. When? Next weekend, we are... Next weekend? Next weekend. Weekend? Næsta vika. Next weekend. Weekend, you know, understand? Don't understand you. Now you have a hotel. Yes, can you... Yes, I want to book a room. Can you send us an email? No, I don't have a computer. I stay in Reykjavik now. Yeah? And I want to go out and see country. What day? It is now Wednesday. We want to come on Saturday and maybe Sunday. Saturday and Sunday? Sunday? Yes, Saturday, Sunday, Monday. Next weekend. And not now, but the next time. You understand? No. You understand the weekend? The exact day. 21 or... No, 22. 16th? No, 23. 23? 23, 24, 25. 23, just a moment. 23, 24, 25. Hotel Ísafjörður, góðan dag, lobby. Hello. Hello. Yes, I was trying to book a room over there in next weekend. Okay. Next weekend. 1 room? No. We need 14 rooms. I'm sorry, I don't have it. It's fully booked. For 14 people? Yeah, I don't have so many rooms. I have 2 rooms. But we cannot. We are 14 people. I just have 2 rooms. Yes. And each room is for just 2 people. Yes, we are 7 people. I know. We can stay inside. No, you can't stay 7 together. Because me and my mother and father, they stay in bed. I'm sorry, it's not impossible. It is possible. No problem. No, it's a problem. You can't stay here for 14 people in 2 rooms. It's impossible. When do you have a 14 rooms? You have a 14 room in hotel. I have 36 room in this hotel. So when is next time 14 free? I can't give you that. You just next time. I'm sorry, you just sent me an email
and then I can answer all your questions. Because we can go other places and come to you after that. This is absolutely no good for me because we are taking business to another hotel. Yeah, I'm sorry, I don't have those rooms available. So you don't want my business? Yes, I do want your business, but I So what do you want? I can pay you now. Through phone. It's no problem. But you say, no, we don't have a room. Why? Because other people... Why do you say this to me? Other people are staying in the rooms. I'm sorry. Yeah, it doesn't matter. We can stay in 2 rooms. Why do you say no? Because... You have 2 rooms and you say no. It is not allowed. It is no good. It is not allowed. Why do you don't want my money? Thank you so much for calling, okay? This is no good. I can talk to and I can tell your supervisor is no good. Yeah, I know. Where is supervisor? Okay, thank you. I want to talk to a supervisor now. Yeah, you just did. You are supervisor? Yes, I am the supervisor. So why do you tell me no room? Because it's fully booked. You can't run a business if you can't book a room for me now. Okay, then you just should call another hotel, okay? This is no good. Yeah, okay, thank you. I go really angry now. Vá, hvað var lengi að leggja á maður. Vá, það er þolinmæði. Það í gangi maður. Það er þolinmæði á Hótel Ísafirði, það er nokkuð ljóst. Vá maður, ég bara held hún ætlaði aldrei að leggja á. Nei, það er bæði núna... Ég ringi aldrei aftur sem þess. Þú er bæði kanar og, Asi Bóðar búin að reyna að panta sér herbergi á Ísafirði. Nú er þú veist, ég hef áhyggjur af þessari rödd. Hún er góð. Nei, ég minna verður þetta ekki eitthvað... Já. Við förum í gott lag hér. Við BSU förum hér í Legendary, hvað segir Kjellin? Já. Það er hér rétt handa við hotnið, en við vorum að hugsa að fara fyrst í smá karaoke, PSU. Karaoke competition. Já. Herðu, mér líst vel á Blöndal og við fengum hér ábendingar frá hlustendum lög. Já, það er, sem fyrr, hlustendur sem að stjórna þessum þætti og hafa stjórnað, karaoke-keppni núna síðustu 7-8 skipti og þau eru búin að velja lög. Já. Þeir hlustendurnir. Já, þeir komu með ábendingar og við svona megum svo velja úr því. Já, það voru 3 skvísur sem voru rúndunum, 2 systur og móðir sem vildi heyra þig syngja Livin' the Vida Loca. Já. Við ætlum að verða við því. Ég ætla að taka það. Já, þetta er lag sem að þú valdi líka sem lagið á leiðinni heim síðast. Já. Þannig að þetta lag er miklu uppáhaldi. Við mikinn fögnuð fólk sem var á leiðinni heim. Já, einmitt. Og þetta er líka, það henta þér vel að taka lag sem þú fílar. Já. Það er smá pressa þér. Það ætti að gera það, já. Og svo var einn einstaklingur sem bað Live Your Life með Rihanna og þetta er víst T.I. en ekki M&M sem að er í því lagi. Og það vil líka svo skemmtilega til að þetta lag er einmitt í trailernu fyrir Evróska drauminn. Já. Ég hef heyrt þetta lag nokkur sinnum og ég er að spája að henda mig bara í það. Mikið svakalega líst mig vel á það. Hver á að byrja? Ég skal byrja bara. Hver á að byrja hér? Fínt að vera búinn að þessu bara. Svo er þetta í ykkar höndum, kæru hlustendur. Þið hringið í 511-0957 og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur. Þetta er ekki flókið. Nei, þetta er ekki flókið og, nei. Það þarf að tala í mikrofón. Það er ekki flókið, þið eru með stilt á FM 95 blöð. Við erum að fara hér í karaoke-keppni. Já, svo er það hvað segir Kjellin sem hefur ekki verið í smá tíma. Já, og það getur orðið skemmtilegt. Og ekki að byrja þetta bara. Vindum okkur í þetta. Við ætlum að með reynið varsopa. Þetta er flutningur Auðuns Blöndals á Live Your Life. Ég hef sko aldrei séð text að fara jafn hratt yfir nokkurt karaoke-skjá heldur en þetta rapp hérna. Þú ert búin að heyra þetta lag nokkur sinnum. Allergic to the counterfeit, impatient to the politics, archetype it up with the grabbing on the colorway. Ógeðslega góður í að rappa maður. Já, alveg svona rosalega. Það er eins og komið núna að Pétri Jóhanni og þetta er lag sem að hann valdi mitt, eins og ég sagði á hann. Sem lagið á leiðinu heim daginn. Ertu klár, Peter J? Peter J er klár og þetta er lagið Livin' la Vida Loca með Ricky Martin. Að byrja strax, hann byrjar alveg ertu til? Ég er tilbúinn. Nei, þetta var frábært hér. Nei, þetta var viðbjóður. Þetta er bara enn eitt skitt sem þú slæri gegn enn í karaoke-inu. Nei. Það er alveg sama hvaða lagið maður hendur í þig. Þetta var ríkalegt. Þetta var stórkostlegt. Á ég að segja þér, ég var komin svo ógeðslega langt út fyrir textan að það er skömm að þessu. Nei, mér finnst þú standaði vel. Þú náður viðlæginu vel og náður fílingu. Já, einmitt. Bara frábært hjá þér að vera að reyna eitthvað að halda... Nei, mér fannst það í alvörinni, Pétur. Þetta var viðbjóður. En það eru hlustendur sem velja. 5-11-0957. Fyrstur upp í 5 atkvæði og hver fær þitt atkvæði, kæri hlustandi? Ég segi Pétur. Pétur, með Livin' the Vida Loca. Það er eitthvað. Hvað segirðu? Þú varst skelfuð, veit ég. Var ég? Nei.
Já, það var svo erfitt rappið, maður. Mér fannst þér hann ekki leysa rappið ógeðslega vel? Jú, það var hann fín, sko. Ok, já, fekk smá hóttan pitti í lókin. Smá pitti í lókin. En það var viðlagið, það var skellilegt allavega. Já, sem erfitt, ég er ekki alveg með í hönnuröddina. En takk fyrir að hringja. Já. Herru, takk fyrir atkvæði. Þetta er örugglega eina atkvæði sem ég fæ. 1-0 fyrir Pétri. Hver fær þitt atkvæði, kæri hlustandi? Herru, ég ætla að segja Auði. Já, þekki ég, skusa. Auðun Blöndal, þegar fannst þú varst að fíla rappið. Já, hann náði mjög vel. Já, hann er nefnilega góður rappari. Ég er ekki góður rappari. Jú, þú ert það. Hvað ertu fullur það? Nei. En erðu, takk aðeins fyrir atkvæði. Já, ekki mál. Ok, takk, staðan er 1-1 í æsispennandi karaoke-keppniðna FM 95 Blöð. Hver fær þitt? Það er Auði. Hanna, ekki Erik, herðu. Þetta, veistu það, þetta kemur mér ekkert óvart. Ég var Þetta var alltaf segja Pétur. Nei, þegar mínúta var liðin, þá var ég farin að syngja bara annað lag, sko. En þú varst samt í feeling, sko. Já, það má ekki glemma. Herru, takk hérlega fyrir atkvæði. Takk fyrir. Takk. Ok, staðan er 2-1 FM 95 Blöð. Hver fær þitt atkvæði? Stóri G hérna. Stóri G, maður, sælir. Blessaður, hver fær þitt? Herru. Ég ætla að byrja að henda kveðja á Glerskólan. Finka. Herru, Auði fær þetta. Auði fær þetta. Djöfellir ána með 3-1. Hann var helvíti góður. Mjög langt sem ég hef komist í 3-1 hérna og 3-1. Fá næsta hlustanda. Hver fær þitt atkvæði? Hver fær þitt atkvæði í karaoke-keppninni? Já, ég segi Pétur. Pétur. Ég hangi inni. Já, 3-2. Þú voru það bæði flottir, en með Pétur flottari. Pétur, ég vil að takk aðeinslega. Takk fyrir. Fyrir ekkert. Og það er engin hvaðið þarna. FM 95 Blöð, hver fær þitt atkvæði? Það er Píri J. Píri J búinn að jafna þetta. Og íbast ég að koma með von hérna. Hann heldur þetta. So live your life. Ég er svona að minna á heillaði. Já, þú ert að gera, þú ert að minna á lögin. Herru, takk fyrir að ringja. Takk fyrir atkvæði. Ok, staðan er 3-3, þetta er orðið æsi spennandi. Hver fær þitt atkvæði, kæri hlustandi? Auður. Já, Auður. Auður Blöndal. Auður Blöndal fær þarna eitt grjótast atkvæði. Ég skal alveg skilja það. Hvað heitir þú? Björgun. Björgun, takk aðeins að ringja, Björgi. Björgi. Tekka það ekki enli. Herru, gerðu það fyrir 4-3. Ert að fara að áður en þú segir þitt atkvæði hérna núna, kæri hlustandi. Já. Þú gæti tryggt með minn fyrsta sigur í karaoke í svona 4 vikur. Hver, Auði? Já. Inside out. Hver fær atkvæðið? Herru, ég ætla að segja atkvæðið mitt. Já. Með beðið móskalag. Já, hvað er atkvæðið þitt? Það er náttúrulega þú, Auði. Þarna þekkið þig. 5-3. Ég náði, sérstu, ég setti þetta inn á samviskonu hjá hann, men ég myndi vinna það í fyrsta sinn. Gemli, já. Ég ætla að fá óskalag. Hvað lag viltu? Náttúrulega Live Your Life. Live Your Life, herðu, það er góður punktur. Ég lofa þér því, það kemur hérna rétt á eftir. Já, hann er að biðja þig að endurflytja það, sko. Nei. Jú, er það ekki? Ertu ekki að biðja hann það? Nei, en hérna hverjar, ég er hérna út í traktor. Já. Í sveitinni. Já. Fokkin gaman. Fokkin Hei, Gaurar. Fokkin gaman. Hei, Gaurar, ég er hérna traktor út í sveitinni. Fokkin gaman. Já. Já, við skilum hverju í sveitina. Já. Takk aðeins að ringja. Herðu, þetta er búið. 5-3, minn fyrsti sigur í langa tíma. Við ætlum að fá hérna smá Florence and the Machine. Nei, býta aðeins. Og svo ætlum við, hvað segir Kjellin? Mér langar bara aðeins að taka utan um þetta. Hvað, því vann loksins? Já, nei, bara innilega til hamingju. Þetta var virkilega vel gert hjá þér. Viltu taka gamla góða hérna? Hvernig hefði þú kosið? Hvernig hefði þú kosið? Ég hefði kosið Öttaf. Ég þekkjum báðir Erlu Frímanns. Ég þekki Erlu Frímanns. Hver er það, Auðun Blöndal? Það eru einhver stelpar sögur okkur ekki. Já, rólur. Rallum að. Við þökkum fyrir karaoke-keppnina í dag. Fólk var ekki að fíla Levire Luka. Þú gerður það samt vel. Hvar er þessi gælla sem bað mig að taka lagið? Akkur hringdi hún ekki? Hún er bara ekki náð inn, greið. Hún er ekki náð inn. Þú ætlum að fá hérna smá Florence and the Machine. Og svo er það, skal ég ykkur segja, hvað segir Kjellin? Hvað segir Kjellin? Bestu endurkomum ársins. Sóldögg. Viss að vera með áskrift að stöð 2. Dallas. Hefst á sunnudaginn á stöð 2. Fá þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2. Skemmtilegri. Það er Betra Pak og OB sem færa þér Dallas á stöð 2. Verið velkomin á bíladaga.
Atlantsolía Akureyri og Bílaklúbbur Akureyrar. Vissir þú að flugvélar eru líka með flautur? Það opið hús í Fluggörðum við Njarðargötuna til 7:30. Kíktu við. Vilt þú vera hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélagunum í ævintýraferð fyrir bragðlaukana á Krúa Thai? Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinum Magazine drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær matarveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og þitt fyrirtæki á heimasíðu FM og þú getur átt von á veislu. Krúa Thai býður upp á frábært úrvals af thailensku mat í hæsta gæðaflokki. Morgunþátturinn Magazine og Krúa Thai. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Hér á FM 95 Blö og það komið að dagskrálið sem búið að fá núna, hvað erum við að tala um, 3 vikna pásu, jafnvel mánuð? Já, það getur verið, rétt hjá þér. 3 vikur til mánuður. Já, það er rétt hjá þér á þun. Dagskrálliðurinn, hvað sé kællinn? Jú, rétt að það, þú átt kollgótuna á þun, Blöndal. Já, hvað fæ ég? 10 stig. 10 stig? 10 pointer. Þetta ekki flókin dagskrálliður og já, oftast það bara það einfaldasta sem að virkar. Já, það nú bara þannig. Þetta gengur út á það, við hringjum hérna, ég að spája að henda okkur á einhverja sundlegar. Já. Og eina sem að má segja hvað segir kjallinn og þar sem að Pétur Jóhann nú yfirbörða maður í þessum leik. Það ekki rétt hjá þér. Það þá ekki svona við hæfi bara að ég byrji eða? Já, þú mátt ráða þessu bara, maður. Þú mátt ráða þessu. Ok. Ég var að þessum að kasta fram svo nýrri rödd í dag. Já, ég bara ekkert með það góða rættir í þessu, sko. Ég ætla samt að prófa þetta hérna. Ég ætla að hringja í sundlaugina Hrafnagilsskóla. Nei, ég ætla að taka Svalbarðsstrandarhreps. Svalbarðsstrandarhreps? Nei, ég ætla að gefa þér hann. Ég fer hinn. Já, ég meina að þú mátt ráða þessu með hann. Ég með hann. Fannar hér. Hvað segir Kalli? Ljómandi bara. Ekki? Jú, heldur betur. Hvað segir kjallinn? Já, þú kallar nafn mitt. Hvað segir kjallinn? Bara ljómandi, þakka fyrir. Hvað segir kjallinn? Já, hvað getur ég fyrir þig? Hvað segir kjallinn? Þú ykkur maður. Hvað segir kjallinn? Hvað segir kjallinn? Já, hvað getur ég fyrir þig? Hvað segir kjallinn? Já, heldur, ég byrði að helsa þér. Hvað segir kjallinn? Hvað segir kjallinn? Hann farinn. Já, hann var aðeins smá stundu fyrir hann að Hann var hress til að byrja með? Já, hann var hress til að byrja með, svo nefndi sig. Nei, svo bara, ég þarf að fara að setja í pottinu eða eitthvað. Já, þannig að nóg hann að gera. Ekki hann tími í svona fíblagang. Ég samt sko, ég hendi nokkra. Þú oftast að leika með eina rödd, eða ekki? Jú, ég yfirleitt bara með eina. Og varst að segja það mér á hann og væri komið einhverja nýja handa okkur? Já, ég veit ekki hvort hún ný, sko. Ég hef alltaf verið með hann Ég var á sem að fara helvi í nýja þessa og vera bara Gæsinn kjallinn, kjallinn, gæsinn kjallinn. Halló. Jæja, góðan daginn. Íþróttamiðstöð Ingiberg. Jæja, góðan daginn. Góðan daginn. Gæsinn kjallinn. Hvað segir þið? Gæsinn kjallinn. Ég heyri. Gæsinn kjallinn, gæsinn kjallinn. Hello. Halló. Gæsinn kjallinn. Ég skil þig ekki, þið missir. Ég skil þig ekki. Gæsinn kjallinn, gæsinn kjallinn. Hvað er það? Hún er farin. Já,
Já, við ringjum aftur. Já, ég sé þetta, hún ekki. Þetta er ekki nógu góð rödd. Þetta grínast svona æðislega. Já, þetta bara ekki þessari. Einu sinn enn. Sundlega, góðan daginn. Hvað geri? Halló? Hvað geri? Fyrirgjöf, hvað segir þú? Hvað geri? Hæ? Hvað er þetta að vera? Hvað er það? Ok, það er svona stundum sem að byrja að vera í útvarpi ef að fólk myndi sjá andlið. Ég þarf að mynda þig næst. Það þarf að setja þetta inn á neti. Þú lést mig fara að hlæja hérna maður. Já, ég gæti ekki haldið í mér. Í sóninu maður. Ég gæti ekki haldið í mér. Viltu reyna einu og setja viðbóta? Ég skítapa þessu maður. Nei, gott. Ég eyðilega þetta fyrir þig með að hlæja. Jú, tökum eina enn hérna. Eina enn? Það ætlar bara að vera í þessi allan dag. Nei, býttu. Sundlugpost, kom. Já, halló. Hver er? Þetta er Sundlugpost? Hvað er gengið inn? Hvað er þetta? Fyrirgefðu, ég bara skil ekki hvað þú ert að segja. Er einhver annar þarna hjá þér sem getur talað í símann? Halló? Já, heyrðu... Hvað segir getur? Vertu sæll. Þetta er býtast maður. Gaman að þessu. Ég fæ ekki leið á þessu. Þetta er þvæla sem að til er. Nei, ég fæ ekki leið á þessu og ég lofa hlustendur því að næst við fyrir mig þetta þá ætla ég að taka vídeo að þér og setja það inn á Twitterinn. En það er eins og að koma mest í töðunar á mér. Að ég nái ekki að halda feysið. Ég væri alltaf að hlæja sjálfur. Þegar þú byrjar að hlæja sjálfur? Já, þegar þú ert að hlæja með og svona, mér finnst það allt svo fyndið og það sem fólk er að segja á móti, þá fer ég alltaf að hlæja. Hvað er inngangurinn? Hvað er inngangurinn? Ég stendst ekki svona, sko, ég þoli það ekki. En herri, nú ætla ég ekki að vera leðilegur, en minnir þetta hérna lagið á eitthvað? Auðun Blöndal sigraði karaoke-keppni dagsins með þessu lagi. Það er eins og þú sett montnar en ég er því að ég hef vunnið karaoke aðan. Helstu, varstu byrjað að orkjana með svona? Nei. Nei, ok. Hvað? Ég bara er ánægður með þig. Mér finnst það vel fluttjaður og vel leist og menn er alltaf skilið hrós. Já, ok. Þú veist, ef þið eiga það skilið, þá eiga það að fá hrós, sko. Cristiano Ronaldo var að klúðra, mesta dauðafæri sem sést hefur á EM núna. Já, hvernig í ósköpunum voru hann að þessu? Hann er gjössanlega einn á móti markmanni, hann geta leikið á hann geta gert hvað sem er. Þetta er bara, maðurinn er eitthvað uppfullur af sjálfum. Staðan er ennþá 2-1 í Portugal og 11 mínútur eftir að leiknum. Þetta er ykkur sem eru í bílum á leiðinni heim. Já, frábært hjá þér, yndislegt. Þú ert búin að klúðra hér, við erum að fara í dagskrárlið. Nú, hvað dagskrárlið? Við erum að fara í hvað er klukkan? Hvað segir klukkan? Nei, já, við erum að fara í... Minnst þú ekki taka þetta nú alvarlega, sko? Já, ok, fyrirgeðu. Hvernig viltu, hvað á ég að segja? Á ég kynnið inn eða hvernig... Þú átt innan dagskrárlið, alveg gjörsamlega. Já, þetta er dagskrárliður sem heitir Hvað er klukkan? Já. Og við þurfum að fá... Daniel búinn að jafna. Það sem kemur á... Nei, í alvöru. Já. Mikið er ánægð með það. Nicolas Bentner er búinn að jafna eftir að Cristiano Ronaldo klúðraði dauða færi hérna hann. Það finnst mér frábært að heyra, vegna þess að þá eru þessi leikur kannski skemmtilegur. Nei, nú bara 10 mínútur eftir. En herðu, hvað hérna... Já, byrju fyrirgeðu, ég skulle aftur vera að trufla fyrir þér. Hvað er klukkan? Fá bara innganginn í Hvað er klukkan, takk. Já. Hvað er klukkan? Í FM 95 Blöð. Veitu, hvað er klukkan? Ég veit ekki, hvað er klukkan? Veitu hvað klukkan er? Hvað er klukkan? Ég veit ekki, við verðum að vita hvað tímanum er. Hvað er klukkan? Það er Philadelphia söfnuðurinn í Reykjavík sem býður þér upp á Hvað er klukkan? Í FM 95 Blöð. Já, komið þið sæl og velkomin í Hvað er klukkan hér í FM 95 Blöð. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og er stjórnandi þess dagskrárliðar.
Það er gaman að segja frá því að í dag er miðvikudagur og klukkan að staðartíma hér í Reykjavík og jafnt sem á landinu öllu 17:38. 38 mínútur yfir 5. 22 mínútur í 6. 17:38. Blöndal, eitthvað sem þú vilt við þetta bæta? Hvað á ég að bæta við þetta? Hvað er klukkan í FM 95 Blöð? Þá er það búið, ekki? Já, þetta er búið, sko. Þá koma lag, man. Ok, sorry. Anna. Það var alveg til að segja þetta, rótalir. Þá koma strax eftir. Þá koma strax eftir, ok, ég man það næst. Fyrir ekki, kemur ekki fyrir rátur. En þú stóðst þér vel. Já, ok. Það var aðeinslega til. Listendavelun FM 957 2012. Bestir á sviði. Og sigurvegari er Páll Óskar. Ástar þakki fyrir mig. Og ég er að pælja að stofna það bara í kjölfarið framkomu skóla Páls Óskars og enninsliði hvernig á að gera þetta. Takk fyrir mig. Listendavelun FM 957. Hringtorg og Tromp. Tromp í nýjum umbúðum. Trompaðu daginn. Fáðu þér Tromp. Allir mánuðir ársins eiga að vera skemmtilegir. Þú hefur þetta allt í hendinni. Sæktum kortið og náðu í appið á hringtorg.is. Fáðu smá pening. Svona. Hraðpeningar.is. FM 957 kynnir í samstarfi við Pepsi Max, Túborg og Skapandi. Besta útiháttíðin, Gaddstaðarflötum Hellu. Dagana 5. til 8. júlí. Bestu böndin, bestu plötusnúðnir og langt besta skapið. Framkoma 200.000 naglbítar, botleðja, sóldögg, guskus, blasrokka, Páll Óskar, Úlfur Úlfur, Blárópar, Sigur, Friðrik Dór, Skítamórall, Ára Lives, Ingo og Viðguðnir, Agent Fresco á Móti Sól, Why Not Jack og 2 risadanskjöld í boði Elements og Agent.is. Fylgstu með á facebook.com/besta útiháttíðin. Miðasalan er í fullum gangi á bestaútiháttíðin.is. Lærðu 3 greinar í einu námi. HHS-nám við Háskólann á Bifröst sameinar heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði. Öðruvísi grunnnám sem er bæði kennt í fjarnámi og staðnámi. Umsóknarfrestur rennur út föstudaginn 15. júní. Háskólinn á Bifröst. Lítil borg í Borgarfirði. Fótboltastemning á Risso Pizza. Pantaðu stóra pizza í dag á Risso í Hraunbæ og fóðu gefins miða á leik Fylkis og Fram á morgun. Risso Pizza, Grensásvegi, Bæjarlind, Hraunbæ og Mosfellsbæ. Ég hef það fyrir satt að á Patreksfirði viti menn allt sem hægt er að vita sjóræningja og þeirra yfirgang við Íslands strendur fyrr á öldum. Vertu með í sumar á stærsta 3G neti landsins. Veistum fallegan stað til að heimsækja? Segðu okkur frá því á Facebook eða símin.is. Meira Ísland með símanum. Góðir farþegar, þetta er flugstjórinn sem talar. Þið einmitt núna eftir að hugsa hvað þarf til að verða flugmaður. Eða það ekki. Komdu þá við á opnu húsi í flugörðinni Njarðargötuna. Við erum það núna á milli 7:30 og 7:30. Góða ferð. FM 95 Blöð. Á FM 95.
Johnson væri í útlöndum, já, þá myndi hann heita Jimmys and the Johnnies. Eða John Johnson, sem Johnny næstu eins og Don Johnson. Og það alveg hægt að vinna með verra nafnin Don Johnson. Já, það svo rétt hjá þér. Þvílíkt legendur Miami Vice og fleiri þáttum. Hárrétt hjá Röðum Blöndal, en við stöndum hér klukkan, langt gengin 6 og nú þurfum við að, svona gera upp þáttinn. Við erum að gera upp þáttinn. Höfum við gengið til góðs? Já, við erum búin að vera með þvílíka þáttindu fyrir hlustendur. Við pöntum herbergi áðan sem útlendingar, annars vegar sem bandaríkjamenn og hins vegar einhvers staðar á Asíu. Svo fórum við Hvað sé í kellin, sem var virkilega skemmtilegt. Það var karaoke kelli hjá okkur. Pétur lýsti hér fótboltaleik og fleira. Þannig að það er að gera að fyrir ykkur sem að mistu að þættinum að fara inn á vísi.is hér rétt og eftir, þá verður þátturinn kominn þangað. En Pétur, það er alltaf gaman að fá þig hérna staðan. 3-2 fyrir Portugal, fyrir ykkur sem að spája hvernig leikurinn að fara. Og ekki nema 2 mínútur eftir, eða sem þetta komið uppbótunum tíma. Já. En þeir verðast alltaf að hafa, reynda að liggja Danirnir á þeim núna og þetta það fór rétt yfir. Já. En það er eins og er komið að dagskjálið sem heitir Á leiðinni heim. Já, lagið Á leiðinni heim og þar sem að þú sigraði karaoke-keppnina, þá ferð þú að velja lagið. Já, ok, takk fyrir það. Þá ætlum ég að því það ekki þannig? Jó, ég er með eitt mjög gott núna fyrir hlustendur. Þetta er svona lag ef þetta væri, ég get lofað þetta verið ekki verið spilað á FM áður. Okay. Þetta er svona lag ef ég var að keyra heim, þá myndi ég hækka vel. En ég vil líka láta ykkur vita sem er inn á Twitter að ég var að setja inn mynd af Pétri Jóhanni þegar við vorum áðan í Hvað sé í kellin og það er mjög, þá svona sjáu ég hvernig andlitið á honum er þegar hann er að taka Hvað sé í kellin. Það er virkilega áhugavert, þannig að færði bara inn AuTB á Twitter og þá sjáu við myndina. Já, ekki þessi andliti. Virkilega fallegt andlit. Fyndið og fallegt. En Pési, takk æðislega fyrir daginn, hvað ætlar að gera í kvöld? Já, nú er ekkert Grey's Anatomy. Nei, það er búið. Fórst að grenja í lokaþættinum, ég sá frétt að vera eitthvað sorglegt. Já. Dó ekki einhver eða eitthvað? Nei, ok. En ég fór nú ekki að grenja, nei. Nei, það er einhver smá kallmennska ennþá í þér. En ég var djúpt snortinn. Já, en Sigrún konaði búin að ákveða hvað þið horfa á í kvöld? Já, ég meina, ég veit ekki, þú veist. Það verður bara spennandi þegar maður kemur heim. Heyra svona, hvað maður horfir á, sko. Er þú búin að segja þér hvað á að borða? Nei, ég meina, það er bara... Það kemur í ljós líka bara þegar maður kemur heim. Já, leikurinn er búinn, það var 3-2 fyrir Portugal. Það eru örugglega margir að núti sátt við það, en eigum við ekki bara enda þetta á leiðinni heim, dagskrárliðnum? Já, Hvað það er? Það er kannski ef hún er að hlusta, sko, þá, ég er á leiðinni heim, þannig að það væri flott að það væri tilbúið bara maturinn. Já, ertu með eitthvað sér óskir, ef Sigrún er að hlusta, konaðinn? Fiskibólur í brúnni, myndi ekki slá hendina múti. Fiskibólur í brúnni, myndi ekki drepa þið? Nei, það myndi nú ekki drepa neitt, held ég. Nei, segjum við þá. En engin pressa samt, sko. Nei, ef það er einhver heima á mér að hlusta, það eru enga líkur á því. Ég fæ mér eitthvað gott á leiðinni heim. Veggirnir eru að hlusta. Já, veggirnir eru að hlusta, hendið í smá ristabrauð fyrir kallinn. Ég ætla að taka hérna núna dagskrárliðin á leiðinni heim og það er rosalegt lag. Þetta er eitt af mínum uppáhalds. Hljómsveitin heitir Aerosmith og Rikki G í einhverjum ljótustu buxum sem ég séð á æfinni. Hvað var það að gera, Rikki? Segðu mér að vera í gólfi allavega eða eitthvað. Þetta er gólfið, sko. Þetta er gólfið, já. Þá gefum við honum séns. En þetta er lagið hér og ef að Rikki er búinn að slökkva á sinna 4 mínútur þá drepið hann því að lagið er 4 mínútur. Það heitir Dream On og er með Aerosmith og þókk ég ekki til þessu lagi. Þetta er á leiðinni heim. Takk æðislega fyrir hlustun í dag. Ég og Hjöppi verðum með ykkur á morgun frá 4 til 6. Takk vel á múti Rikka, hann er að detta í stúdíu. Hlustendavellun FM 957 2012. Söngvari ársins. Söngur ársins hér, það er Jón Jónsson. Já, hver hefði búist við því? Já, mér langar að þakka ykkur kærlega fyrir. Þetta skiptir mér gríðarlega máli og bara takk allir sem kusu og þetta er mjög gaman af því að, þú veist, ég er söngvari. Hlustendavellun FM 9. Bara SMS í 1919 og við leggjum inn hér. Kredja, einföld þjónusta. Námskennsla gerir þig kleift að stunda nám hvar sem er. Umsóknarfrestur rennur út föstudaginn 15. júní. Háskólinn á Bifröst. Veldu þér 2 vikur í sumar á orkan.is áður hún pakka niður í ferðalegið landið og vertu á 7 króna afslætti allan tíman á 67 bensinstöðum Orkunar og Shell út allt land. Já, góða ferð. Orkan.
Árið 2009 settu nokkri hraustir strákar Íslandsmet í Esjugöngum og fóru 7 sinnum upp og niður á ekki nema 14 klukkutíma. Vertu með í sumar á stærsta 3G-neti landsins. Hvaða fjall er þess virði að klifra upp á það? Segðu okkur frá því á Facebook eða símin.is. Meira Ísland með símanum. Á Dominos.is getur þú skoða matseðilinn okkar, kynntir tilboðin okkar og að sjálfsögðu panta máltíðina þína. Þú meira segja getur fylgst með stöðin á pöntununniðinni í rauntíma. Pantaðu á Dominos.is. Verið velkomin á Bíladaga. Atlantsolía Akureyri og Bílaklúbbur Akureyrar.